Góðan daginn, kæru frumkvöðlar. Hvað segir þið gott í dag? Herru, þá erum við komin að síðustu útsendingunni minni á nýsköpunarvikunni. Þetta er 7. dagurinn og síðasti dagurinn er reyndar á morgun, en þetta verður svona síðasti dagurinn þar sem ég verð með beina útsendingu. Og ég er búinn að fá til mín virkilega góða gesti hérna í dag og það er hún Svana sem ætlar að tala um vísisjóði og segja okkur aðeins frá hvað vísisjóðir eru og hvernig þau starfa með frumkvöðlum og annað slíkt. Við erum með hana Rögnu Söru sem er hjá Fólk Reykjavík og hún er afar áhugaverður frumkvöðl og hún ætlar að segja okkur aðeins frá sinni frumkvöðlasögu og sínu fyrirtæki og spjöllum aðeins það hérna eftir. Og svo erum við með hana Melkorku frá nýsköpunarvikunni og Melkorka, við kannski bara byrjum á þér. Þú kannski segir okkur aðeins hvað er búið að vera að gerast og hvað er framundan í nýsköpunarvikunni. Já, algjörlega. Við byrjuðum í gær eftir helgina og þá voru bara ótrúlega spennandi viðburðir, meðal annars var Össur með viðburð á Zoom sem hét nýsköpunarverðlaunapalli, þar sem þau voru að tala um hvernig vörur frá þeim hafa endað uppi á Ólympíuleikum fatlaðra og hvernig þau vinna með svona áhrifavöldum við gerð sinna vara. Þannig að það var alveg ótrúlega áhugaverður viðburður. Síðan var Rata með viðburð sem heitir að Rata í frumkvöðlaumhverfinu þar sem að Svava og Hafdís voru að fara yfir svona hvað eru do's and don'ts og hverju þarf að þekkja og hvað er hvar fyrir þá sem eru svona að byrja. Og svo var Stúdentamannafélag Íslands með viðburð sem hét Up to Start þar sem var líka verið að fara í svona fyrstu skref frumkvöðla og svara svona ýmsum spurningum sem brenna á þeim sem eru svona kannski að byrja í þessum bransa. En svo erum við með ótrúlega skemmtilegt prógram í dag og ég náttúrulega bara mæli með því að allir viðburðir eru online, þannig að það er bara auðvelt að vera hvar sem er og logga sig bara inn og hlusta. Við byrjum semst akkurat núna á sama tíma og við erum að spjalla. Þá er verið að veita eða kynna þá sem að unnu lausnarmót nýsköpunarvikunnar sem að þessu sinni var bæði heilsuhackathon og fjártæknihackathon. Kannski veitir einmitt ekki af því að vera að kalla eftir lausnum í heilsutækni sérstaklega þegar tölur dagsins eru eins og þær eru. Svo verður fjármála- og efnahagsráðuneytið í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands með mjög spennandi viðburð þar sem þau eru svona að rýna í keppni í nýsköpun sem er eins og hackathonin til dæmis sem að þau hafa verið að halda og sjá svona hvað kemur út úr því og hvernig svona keppnir geta til dæmis eflt nýsköpun í opinbera geiranum. Af því að þar á sér staði í rauninni fullt af nýsköpun þó það sé kannski ekki það fyrsta sem kemur upp í hugan þegar maður hugsa nýsköpun. Síðan ætlar annar fyrirtæki Advania, þau verða með viðburð sem heitir við kallar hraðstefnumót við nýskapara Advania og þar ætlar líka að fara yfir svona hvernig fyrirtæki er að beita nýsköpunarhugsun á ýmsar lausnir sem þau eru að búa til og hvernig svona fyrirtæki eins og þau stundi nýsköpun innan hús. Þau eru til dæmis mjög mikið að vinna í opinberri stjórnsýslu og þau eru með mjög flotta viðmælendur þar sem ætla að koma og tala smá. Síðan verður viðburður konur nýsköpun sem er á vegum FKA og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og hann verður þarna seinni dag og Ragnar Sara getur örugglega sagt ykkur miklu meira frá því heldur en ég en það eru ótrúlega flottar konur sem koma úr bara mjög ólíkum áttum sem ætla að koma og tala um nýsköpun frá ólíkum sjónarhornum. Þannig að þetta er svona prógram í dag eins og planið er og svo verður bara veisla líka á morgun. Fyrst að þú ert ekki með frumkvöðlaspjall á morgun, þá kannski segja örstutt frá því sem er í gangi þar, en þar verður meðal annars veitt nýsköpunarverðlaun Íslands. Þar verður hugverkastofa með viðburðin að finna upp hjólið. Circular Solutions sem er fyrirtæki sem er að veita öðrum fyrirtækjum ráðgjöf sjálfbærni ætlar að vera með svona sjálfbærnisfyrirlestur morguninn. Þarna verður líka mjög spennandi ráðstefna á vegum Nordic Innovation sem að Ský er að halda þar sem við erum að fara yfir svona næstu skref í heilsutækni á Norðurlöndum. Icelandic Startups verður með fyrirlestrarröð sem heitir Fyrstu skref frumkvöðla og svo verður botninn sleginn í vikuna með viðburði á vegum frumtaks sem að Svana getur sagt ykkur meira frá. Það sem að við farið verður yfir svona do's and don'ts í fjárfestingum. Þetta er svona það helsta. Það er mikil dagskrá. Það er bara, ætti allir að geta fundið eitthvað við sér hæfið þarna í þessu. Algjörlega og bara enn og aftur hvet fólk til þess að loka sig inn og við postum öllum streymislinkum beint á heimasíðan okkar og svo á Facebook síðuna þannig að þetta verður allt saman aðgengilegt.
Ég tala nú ekki í þessu ástandi, þá er gott að geta haldið sig heima við og hort bara alltaf á þetta í einhverju streymi, sko. Þannig að Algjörlega. þetta nú að hitta vel á fólk núna. Melkorka, takk alveg kærlega fyrir þetta og við bara, eins og sé, hlökkum til að fylgjast með restina af dagskráni, eins og sé, það er ennþá nóg eftir. Takk fyrir það, sömuleiðis. Svana, ég svo hoppa yfir í þig og tala aðeins við vísisjóði. Segðu okkur aðeins bara frá fyrir þá sem að hlusta á þetta og fyrir þá kannski sem að eru nýir í frumkvöla heiminum. Hvað eru vísisjóðir og hvernig virka þeir? Já, alveg. Mín svo sannarlega ánægjan. Vísisjóðir hafa mjög svona takmarkaða stað sem að þeir fjárfesta í. Þeir eru að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru með mjög mikla vaxtarmöguleika en að sama skapi áhættan mikil. Ef við tökum bara svona einn vísisjóð þá hann til dæmis að svona smá tölfræði, fjárfestir í 10 fjárfestingum, 1/3 tekst ekki, það bara gengur ekki, 1/3 bara gerir eitthvað og svo það þessi 1/3 sem að bara flýgur og hann þarf í raun að hafa slíka ávöxtun, hann borgir sjóðinn tilbaka. Já. Ég myndi segja að vísisjóður gegna bara mjög mikilvægu hlutverki. Það hefur verið þetta vandamál í að sækja fjármagn og sérstaklega hérna heima. Saga vísisjóða ung. Fyrsti sjóðurinn kemur þarna fyrir að raunverulega stað í byrjun 2009. Þannig að við erum ekki búið með einn hring og þeir ná að brúa bil á milli sprotafjármögnunar sem áhugavert núna fyrir frumkvöla að sjá sko hvernig þessi fjárfestingakeðja að hún hefur alltaf verið brotin. Og í rauninni tilkomi vísisjóða þá að vera að fylla uppi þessa keðju frá því að þú færð á byrjunarstigi og til þess að ná þér alveg þannig að nærði í hefðbundna fjárfestingu þegar þetta ekki orðið eins áhættusamt. Það svona í hnotskurn tilgangur vísisjóða. Ok, en á hvaða stað þurfa fyrirtæki að vera komin í rauninni áður en þau geta komið til ykkar og leita til ykkar eftir fjármagni? Já, sko, það eru nokkri vísisjóðir, ef við tökum bara Ísland, að þetta frekar ungt á Íslandi, þá erum við með nokkra vísisjóði sem fjárfesta á mismunandi stigum. Þannig að það eru frumtak til dæmis fjárfestir aðeins seinna, það komið vara velta og viðskiptavinur og eru meira svona í vaxtafjármögnun. En svo eru vísisjóðir sem koma aðeins fyrr og oft þarf bara að vera komin einhver svona rammi af vöru og sín á hvað á að gera og fyrst og fremst það sem við erum að fjárfesta í teymið, fólkið og þeirra sín á að gera eitthvað sem mun virkilega verða eitthvað. Þannig að þeir þurfa ekki endilega að vera komni mjög langt en þeir þurfa að geta sýnt hvað þeir að gera og hvað þeir ætla sér að gera, hvort sem tekst eða ekki. Já. Þannig að ég segi bara að fara af stað strax og byrja að tala við alla. Klárlega. Þetta náttúrulega það að finna fjárfesta inn í fyrirtæki sitt, þetta eitthvað sem að tekur langa tíma og þetta svolítið mikið svona ferill sem gott að byrja sem fyrst til þess að fólk geti fylgst með hvort öðru og ég veit að ég þykist vita það allan að fjárfestar hafa mjög gaman að því að geta fylgst með fyrirtækjum í einhver tíma áður en fjárfest í þeim og geta séð að þeir séu að ná einhverjum árangri, það sé eitthvað að gerast í þeim sko. Þannig að góðsagt mikilvægt. Ef ég maður bara hoppa inn og bæta þar við, þetta mjög mikilvæg punktur. Ég meina í okkar bara bæði í Konturland og Meninga og þetta þá hefur verið að mentora, í gegnum á byrjunarstigi, þannig við erum búin að kynnast heimunum mjög vel þegar við byrjum að fjárfesta. Þannig að ég hvet á klárlega að byggja upp þessa tengingu. Þetta spurning. Fyrir þau ykkar sem að hlusta, ég hveti ykkur líka bara til að senda inn spurningar ef þið hafa ykkur spurningar til Sönu þetta eða til Rögnu eftir, að ykkur velkomin að senda inn spurningar og þið geti gert það bara með því að skrifa athugasemd. Ef þið eru að horfa á þetta á Facebook þá getið skrifa athugasemd þar fyrir neðan eða á YouTube, hvort staðinu sem þið eru að horfa á og við skulum reyna að taka þetta fyrir hérna í beinni útsendingu og svara spurningum ykkar. En svo þannig að þau fyrirtæki sem eru komin af stað, eru kannski komið með eitthvað vöru, komið með eitthvað svona proof of concept, þegar þau fara að nálgast svona vísisjóði eins og frumtak, þetta bara spurningum að senda tölvupóst á sjóðina og spyrja hvort þið megi hitt ykkur eða þetta eitthvað svona formlegri ferlar yfirleitt í kringum þetta? Það kannski eitt sem að ég myndi bæta við hitt áður en ég svara þessu að vera meðvitaður hvað vísifjárfesting
Þetta þarf að vera eitthvað sem getur orðið stórt, að þú getur sótt mismunandi fjármagnir í fyrirtæki, þannig að gott fyrir frumkvöðla að svona gera sér grein fyrir hvernig fyrirtæki vilja byggja og hvernig vilja fjármagna, að það þarf ekki að vera vísi fjárfesting, að fjármagnin henti því endilega, en gefum okkur það að svo sé, að þú sér bara með mjög góða hugmynd sem að hefur möguleika að verða mjög stór. Þannig það sem að okkur finnst bara gott bara beint samband. Við fílum það, okkur finnst það bara gott, ég vil taka síman. Ég svolítið hrifin af fólki sem tekur upp síman, það svolítið pluss hjá mér. Já. Og mér finnst það ekki bögg. Nei, nákvæmlega sko. Og ég held líka að þetta hafi verið bara mjög góða punktur hjá þér með fjármagnin, að fólk hugsar oft mjög snemma að það þurfa að fá fjármagn inn. Ég sjálfur mjög hlynntur því að bootstrappa í upphaf allan, að reyna að koma sem langt sem að getur með það sem maður sjálfur hefur, tíma sinn, orku og það teymi sem maður hefur á bak við sig, áður en maður fer að leita til eftir fjármagni. Og svo líka svo mikilvægt að vita hvað ætlar að gera með fjármagnið. Þú veist, það ógeðslega tilgangslaust að leita eftir fjármagnið og þú veist ekkert hvað ætlar að gera við það. Yfirleitt finnst mér best að leita eftir fjármagnið þegar ég kom með mjög góða strategíu þar sem ég veit eða það sem mjög líklegt, ef ég fengi þetta mikið pening inn, þá get ég fengið þetta marga viðskiptavini og fengið þetta miklu meiri tekjur og vaxið þetta mikið, skil. Þannig ég að vera með að það þarf að vera eitthvað strategi á bakvið. Það voða kjánulegt að leita eftir pening nema að sé einhver áætlun á bakvið það. Algjörlega. Og bara ef ég má hafa inni, ég verð að segja, þegar við byrjum með fyrsta sjóðinn 2009, að það alveg himinn og haf sem við erum í dag með við þá bæði á það við fjárfesta, okkar fagþekkingu að fjárfesta sem vísi, að við erum alltaf líka byrjunarreit þá, sem og gæði þeirra teima og þekkingar þeirra teima sem koma til okkar. Þannig að það bara frábær þróun. Já, ég held að það sé búið að breytast mikið frumkvöðlaumhverfi á Íslandi og bara á þeim tíma sem ég starfa þá þetta er allt annað og mér finnst það vera svo virt og flott fyrirtæki sem komið upp núna, þetta bara æðislega gaman að vera partur af þessu. En Svana, þú eru með viðburð núna morgun eða ekki, getur aðeins sagt okkur fyrir hvað ætlar að taka fyrir á þeim viðburði? Já, við erum ætlum að fara yfir svona do's and don'ts og við ætlum eða bara frumtak og við munum bara fara yfir svona do's and don'ts varandi bæði sjóðinn og frumkvöðla og í svona fjármögnunarferli. Frábært. Þannig að, já. En við erum með flottan frumkvöðl með okkur líka, Ragna velkomin í frumkvöðlaspjalli. Takk kærlega fyrir, gaman að vera með ykkur. Segðu okkur aðeins frá fyrirtækinu þínu og hvernig það varð svona til. Já, það er skemmtileg saga. Ég hef skemmt mér mjög vel síðustu 5 ár. Ég tók það ákvörðun að hætta í bara eiginlega draumastarfinu sem ég var í hjá Landsvirkjun. Ég var að vinna að innleiðingu samfélagsábyrgðar og sjálfbærni þar og hafði áður verið yfirmaður samskiptasviðs og komið því á legg. Og þetta var æðislegu tími, en það var eitthvað sem bara togaði í mig og einhvern veginn bara leiddist út í þetta, ef svo maður segja. Ég var með hugmynd sem fór ekki og hún var svo, ég bjó út í Danmörku, og menntaði mig í bara í aðferðafræði, varðandi svona samfélagslega þátttöku fyrirtækja og þá var ég svona að vinna sér ráðgjafi bæði fyrir Sameinuðu þjóðirnar og utanríkisráðuneytið og bara fyrirtæki á Íslandi, hvernig þau gætu haft jákvæðari áhrif á bæði umhverfi og samfélag og dregið úr sér neikvæðu áhrifum. Þetta er þessi klassíska samfélagsábyrgðar umræða sem við þekkjum. En þannig að mér langaði svona að ganga skrefin lengra og frá því að vera ráðgjafi í að sjálf innleiða breytingar á þessum nótum og ég hafði lengi fylgst með hönnun og þarna út í Danmörku þá bara var ég vitni að því hvernig þessi ný bylgja í norrænni, það sem heitir ný norræn hönnun var til, þannig upp úr aldamótunum 2000 og það spruttu upp bara fjöldinn allir af ótrúlega flottum fyrirtækjum sem að virtust vera bara að hanna okkur inn svona nýja tíma eiginlega, svo má segja, bara einfaldari húsgögn, einfaldari hlutir stuðla að því að við gætum átt svona huggulegt líf, ef svo má segja og þetta er svona þekkt vörumerki núna, þetta danska hugge. Þannig að ég var svona vitni að því og þegar ég flutti heim 2008
rétt fyrir hrun, þá tók ég eftir því að það var mikið gróska í íslenskum hönnunarbransa og það var ótrúlega gaman að fara á hönnunarmars og fylgjast með íslenskum hönnuðum, vera að gera flotta hluti, en ég tók líka eftir því að það var ekki sama staðan varðandi útkomu á þeirri hönnun og ég hefði verið vitnað í Danmörku. Það var yfirleitt á, gat maður sé, prótótýpur, einhverju verkefni, annað, en við vorum ekki að sjá vörur, þar sem að voru til sölu í eipalega flottum hönnunarbúðum, þar sem að verðið á þeim var sambarlegt við þessar vörumerki sem að ég þekkti. Og mér fannst þetta áhugavert og ég fór að skoða þetta betur. Og þá kom í ljós að flestir hönnuðir voru að stofna bara fyrirtæki utan sína vöru og það er ótrúlega þungt og erfitt og síðan verður að bæta við vörum til að ná einhverjum árangri og það er bara erfitt og kostar pening. Þannig að ég dýfði mér inn í þetta verkefni að í rauninni bara búa til plattform fyrir íslenska hönnuði, fyrir íslenska hönnun, bæði hérlendis og erlendis á grunni líka þessara sjálfbærni og samfélagsábyrgðar hugmyndafræði. Þannig að þetta tvinnaði saman og úr varð vörumerki Fólk. Og það heitir Fólk vegna þess að hugmyndin á bakvið er að reyna, þegar þú ert út í búð og þú ætlar að kaupa þér eitthvað, þá bara sérðu útlitið á vörunni. En vörur eru bara eins og ísjaki, þú sér bara 10% af honum. 90% af því sem er í vörunni er ósýnilegt. Það er öll hugsunin sem fer í öll hönnunin, öll þróunin, allar pælingarnar, allar framtíðar áætlanirnar hvernig varan getur nýst, hversu lengi og getur notað hana, hvað verður hana eftir að hún lýkur líftíma sínum og síðan að sjálfsögðu allar hendurnar sem að fólk notar til að búa til vörurnar. Þannig að þetta ferli er svona það sem ég hef verið að vinna í og það er mjög gaman, eða svona fyndið af því að þegar við stöndum á sýningum og sérstaklega hérna innanlands, það er mjög lítil vitneskja hvað við gerum, hvað svona vörumerki gerir. En þegar ég er yfirlega að spurða því að fólk kemur og dáist af vörunum og segir, mikið er þetta fallegt, ert þú hönnuðurinn? Og ég alveg, nei, ég er ekki hönnuðurinn. Nú, hvað gerir þú þá? Ég alveg, allt hitt. en sko, fólk, þetta allt hitt, það er bara svona black box. Það veit enginn hvað það er. Og það er það áhugaverða og það er tækifæri vegna þess að við hefum verið að vinna mjög af miklum krafti í því að byggja upp bæði vöruþróun og samstarf við framleiðendur víða heim sem að við treystum og viljum vinna með og síðan sölu og markaðsstarf erlendis. Já, og ég held að þetta er líka svo áhugavert út af því að sko, ég er náttúrulega mikill talsmaður sölumennsku hjá frumkvöðlum. Við, ef við ætlum að byggja fyrirtæki, gera eitthvað, við verðum að kunna selja, við verðum að kunna koma vörun á framfæri, en mjög margir hafa einhvern veginn þessa hugmynd að þeir þurfi bara að búa til eitthvað fallegt og að selja sér sjálft. Staðreyndin er svo að það gerist þess til aldrei, það þarf alltaf að selja hlutina, en það er náttúrulega sjálfsögðu miklu auðvitað að selja hluti sem eru fallegir og flottir og þannig að það er heljar mikið meira. Já, þetta er mjög góður punktur og það er alveg naglan á höfuðið sko, því að það eru margir sem halda að það dugi að gera eitthvað og fólk verður svo sjúkt í það að það bara seljist allt upp, en það er mikil undantekning og það þarf að vinna í sölu, í markaðssetningu, í tengslum, bara alveg frá degi 1. Já. Og við vorum bara heppin að við fengum bara lítinn styrk 2019 eða sem til lokast 2018 og það ákveðum við að fara strax á 3 sýningar árið 2019 erlendis. Og við fórum 2 sinnum til Parísar og 1 sinni til Stokkólms og vorum það bara meðal allra þessara flottu vörumerki sem að ég þekki og er að benchmarka mig við. Og það var ótrúlega gaman og ég bara yndislegt að fá allt þetta fólk á básinn og bara skoða nei, hvaðan eru þið frá Íslandi, og bara ég fikk ekki sjá ykkur fyrir og hvað er að gerast hérna og eitthvað, það er bara yndislegt sko og við erum ennþá að vinna úr þeim tengslum sem við hefum fengið út af þessum ferðum og svo náttúrulega auðvitað er COVID búið að setja mikið strik í reikningin 2020. Já, ég trúi því. Þannig að það er svona aðeins öðruvísi umhverfi En ég er forvitin eitt og ég veit að margir þarna út eru líka örugglega forvitin og þú talaði það að þú hefði verið í draumastarfinu þínu og þú tókst þessa ákvörðun að hætta
vinna svona hefðbundi starf sem sagt, hættir að vera venjuleg launamanneskja og ákvaðst að byggja upp þitt eigið. Hvernig var þetta fyrir þig að taka þessa ákvörðun og hvernig voru svona næstu vikur og mánuður eftir þú varst búin að taka ákvörðun? Gerðist þetta allt 1, 2 og 3 eða var þetta svolítið mikið streð þarna í upphafi? Nei, það var reynda mjög gaman í upphafi sko, en ég skal segja það að bara í innlegni og það er það að ég grét þegar ég sagði upp. Ég bara, kom bara ég stýra ekkert við það, ég bara fór til forstjórans, ég var að vinna með Herði Arnarsinni, frábær og þetta gekk allt mjög vel, en ég bara var búin að taka þessi ákvörðun og þegar ég svo fór að sagði hana þá bara kom eitthvað lítið tár og en þetta var tækifæri vegna þess að það er ekki augljóst að þú getur verið frumkvöðl, sérstaklega kannski yfirskona. Ég var heppin á þessum tímapunkti, þá var maðurinn minn í mjög góðu starfi, hann var forstjóri Vodafone og ég hafði bara svigrúm til að gera þetta og við áttum 4 lítil börn. Þannig að það hentaði mér líka að ráða vinnutíma mínum sjálf. Það var líka þannig, persónulega ástæða. Þannig að í upphafi fyrsta 1,5 árið, áður en að fyrsta varan kom út sem var Urban Noma titlan eftir Jón Helga Hólmgeirsson, þá var ég í bara rannsóknum. Ég bara var að tengja mig, ég var mikið í Danmörku þar sem ég hefði búið, tengja mig fólki þar, bara finna flotta framleiðendur, tengja mig söluaðilum, bara fara á viðburði, sýningar, ráðstefnur, allt og bara mynda tengsl. Þannig að það var frábært tímabil. En svo leið og byrjaður að selja vöru, þá breytist allt. Þá getur ekki lengur haft þetta þægilega svigrúm til að stýra þig sjálfur. Þú þarft að bara anna eftirspurn, þú þarft að stýra virðiskeðjunni, þú þarft að panta meira, þú þarft að vera í góðu samti við framleiðendurna þína þannig að þú hafir byrðir til að selja. Og það er alveg... Það er í rauninni mjög margir frumkvöðlar sem að verða lenda í þessu. Þegar þeir byrja fyrst í eigin rekstri eða ákveða að fara til eigin rekstur, að þá kemur ákveðið tímabil sem er svo kreatískt og þú ert það er allir möguleikar opnir og þetta er svo spennandi og skemmtilegt og hjá mörgum frumkvöðlum er þetta bara besti tíminn sko. Og ég er einn af þeim, ég elska þetta tímabil. En svo það sem gerist er það að þegar maður er búin að móta þetta og komin að stað, þá er maður komin í stöður í rekstur og það reynist mörgum erfitt að taka þetta skref og fara yfir í hérna stöðuleika og vera með, halda utan reksturinn allan. Þetta er svolítið svona annað. En svo nefndur líka annað sem maður langar aðeins að fara inn á þetta því að þú nefndir það að við erum ekki alltaf meðvituð það að þetta sé möguleiki og ég er mikið talsmaður þess að mér finnst að við eigum að kenna meira ungu fólki að það þurfi ekki endilega að undirbúa sig undir að vinna fyrir eitthvað annað, hann getur undirbúið sig líka undir að stofna sitt eigið fyrirtæki en þú talar að geta jafnvel verið erfiðari fyrir konur. Hvað finnst ykkur, og ég ætla að spyrja ykkur báðar, bæði Sögun og Rögnu, hvað finnst ykkur konur í frumkvöðlastarfi í dag? Hvernig er umhverfi fyrir konur? Erum við að gera nóg til þess að jafna út svona kynja hlutföllin í frumkvöðla umhverfinu? Ef að ég bara kannski tek boltan að við erum búin að vera núna frá 2008 og ef ég sest í sætið sem fjárfestir, hvað kemur til okkar og við höfum líka markvisst verið að sækja markaðinn og tala líka við konum. Þess að við teljum að fjárfesta í konum sé góð fjárfesting. Það er líka að sýna sig bara í tölfræðinni að fyrirtæki sem eru byggð og stýrt af konum eru að skila bara jafnri ávöxtum og í sumum tilfellum betri ávöxtum. En það sem við höfum mögulega fundið fyrir, og nú er ég að tala frá gleraugu vísi fjárfesti, ekki skiluru fjárfesti sem er bara fjármögna eitthvað verkefna fjármögna eitthvað svoleiðis, að við erum að horfa eitthvað stóra hugmynd sem getur orðið mjög stór. Við fjárfestum í Vilborgu í Mentor, það var fyrsta fyrirtæki sem var rekið af konu og stofnað af konu sem við fjárfestum í. Og við fjárfestum í Tulipop líka, sem eru einungis konur. Sem er þarna, sem er frekar óhefðbundin vísifjárfesting líka að vissu leyti það, en er að samaskapi líka tæknin og þekkingi þar undir. En ég verð að segja að við fáum, það þarf og við þurfum kannski er það þetta með áhættuna, ég veit ekki, við þurfum einhvern að hugsa líka stærra og þora að hugsa stærra. Við bara erum pínu passasamari, við erum ábyrgari í eðli, ég á mikið að ég beit við konu líka varðandi þetta, en ég myndi segja meiri hlutin, auðvitað eftir með mengi sem eru áhættusæknar og svona, en þetta þurfum við svolítið að styrkja og opna þessi augu að þessi hægt og Ragnar Sara góð fyrirmynd
hérna í því tilefni, algjörlega. Ég held sko, við erum ekki með mikla þekkingu á stöðu kvenna í nýsköpun, en það er svona ein vísbending sem að ég var að afla mér upplýsingu það er að jafn mikið að konum og körlum láta sig dreyma um að vera frumkvöðlar, erum einhverja hugmynd, það er 50% af öllum sem voru spurðir, en síðan kemur ljósa þegar að þú skoðar hlutfall karla og kvenna í nýsköpun og þá eru konur eingöngu 28% af 100% körlum, þannig að það eru miklu færri konur sem að stökkva til og ég bara myndi halda að það væri persónulegar ástæður á bak við það er bara líklega enn sú skýring að konur beri meiri ábyrgð á fjölskylduheimili á meðan að það er önnur fyrirvinna það þarf að vera fullkominn stuðningur, fullkominn traust á milli hjóna ef að annar ætlar að stökkva yfir í að vera frumkvöðl og hinn sér að afla tekna. Það er bara þannig. Þannig að líklega er það þannig og ég held líka að ég er sammála Svönu með þetta hugsa stórt. Ég hef aldrei komist á þann stað sem ég er í dag ef að ég hefði ætlað að vera íslenskt hönnunarfyrirtæki að selja bara á Íslandi. Ég meina það eru örfáar verslanir sem selja hágæða hönnun gerða eftir þeim stöndurðum sem við setjum okkur. Ég væri strax búin að metta markaðinn, ég meina það er bara ekki mjög flókið, þannig að það fyrir okkur að hugsa strax út fyrir landsteinina. Ég sá tækifæri í þessum geira, hann er frekar þunglamalegur og hægur í alvöru, svona út frá sjálfbærni séð, vegna þess að við sjáum miklu hraðari í þróun í matvælabransanum og í tískugeiranum, það er að segja fatageiranum, að það er mikið meira að vera að vinna með sjálfbærni og vinna hvernig er þetta endurvinna efni og hvernig er þetta stuðla hringrásarhagkerfi og svoleiðis. Við erum í þessum iðnaði, þessum húsgagna innanhúsiðnaði, við erum svolítið eftir á, við erum svolítið lengi, fyrirtækin eru lengur og þarna var tækifæri fyrir mig vegna þess að ég var búin að byggja upp þekkingu í 10 ár á þessari aðferðafræði og þessari hugmyndafræði og mér langaði að taka það inn í þennan bransa og við erum bara eitt af fáum fyrirtækjum sem eru kannski nákvæmlega með þessa sýn, það er alveg fleiri og fleiri sem ég lít upp til og eru svona mína fyrirmyndir, en það sem er spennandi hjá okkur, það er svo rosalega mikið af spennandi samstarfsæðlum, mikið undirverktökum, hanna eitthvað, umbúður sveppamassa, þú veist, eins og endurvinna textíl, þannig að það sé hægt að nota hann í byggingar, þú veist, það er bara endalaust, það er frábært. En mér finnst það Ég fyrir ekki bransahoppinn að þú nefndir svo gott þarna varðandi það að koma út úr skóla og eins og þetta var áður, þú varst bara að finna þér vinnu. Ég sé rosa breytingu bara í börnunum mínum, stelpa mínu í tölvunafræði til dæmis núna og þau eru bara forrit og allt og mér finnst þetta svo ógeðslega flott. Mér finnst þetta bara svo flott og við erum að sjá líka þetta frumkvöðlastarf í háskólum núna. Þannig að hugsunin er að verða allt önnur, hvað getum við gert þess að gera heiminn betri? Og þau eru þarna, þetta er bara geggjað. Ég bara varð að koma að sjá, þannig ég trú að það eru mikla breytingar fram með það þarna. Já, ég náttúrulega hef verið mjög virkur í að skipuleggja viðburði og gera ýmislegt í frumkvöðlum síðustu 15 árin og ég hef séð svo mikla breytingu þar á því að ég finnst vera að koma miklu meiri af góðum kvenkyns fyrirmyndum í þessu umhverfi. Mér finnst þegar ég var að byrja fyrir 15 árum síðan, það var oft erfiðar að fá fyrirlesara, kvenkyns fyrirlesara á viðburði og annað slíkt. Í dag er þetta orðið ekkert mál, fyrir mér allan finnst mér þetta orðið svona aðgengilegra eða allan meira fyrirmyndir, meira kvenfólk í þessum geira sem hægt að líta upp til. Þetta er virkilega áhugavert vegna þess að mér langar að koma inn á þetta að hvað getum við gert til að gera heim betri og það var einmitt það sem gerði útslagið hjá mér og tengist örugglega þessari umræðu bara konur og kalla. Fyrir mig þá var ástæðan fyrir mér langaði til að gera þetta var að mér langaði að stökkva á þessi tækifæri sem eru til að breyta bara hvernig getum við breytt í hvernig við lifum, hvað við kaupum inn á heimilinu okkar þannig að við séum ekki að skilja eftir okkur svona svakalega mikið umhverfisfótspor. Ef að ég hefði ætlað að stofna fyrirtækið til þess að gangi augun á fjárfestum, skiljiði, til þess að
vera með einhver ákveðin sölumarkmið eða eitthvað, þú veist, ég hef ekki eftir neitt áhuga, skilji, þú veist, þetta er miklu, og þetta held ég að sé svolítið tengt allavega kynjunum, að konur fá kannski frekar hugmyndir sem eru svona samfélagslegar hugmyndir hvernig er þetta að leysa vandamál í samfélaginu og vá, það er alveg nóg af vandamálum sem við þurfum að leysa núna, þannig að þetta við getum verið að horfa bara mjög áhugaverða tíma ef við náum að virkja þessar konur sem eru að núti með svona samfélagslega nýskapandi hugmyndir. Getum verið komin á frábæran stað til 10 ár. Algjörlega. Já, það eru svona samfélagslega drifnar að hafa hugsjón frekar heldur fjárhagsleg markmið. Þetta er bara mjög góð punktur. Og börnin þín, svona. Já, þetta ákvæmlega, ekki spurning. En ég ætla að fara að segja þetta nú gott, ég veit að þið þurfum að fara að hlaupa á aðra fundi hérna og mikið að gera hjá okkur, en bara svona undir lokin að langaði mér að forvitnast hvort að þið séu með eitthvað góð ráð fyrir frumkvöðla hérna úti sem eru að taka sín fyrstu skref. Já, ég myndi segja... Nei, byrja þú Ragna. Nei, ég myndi bara segja í upphafi, ekki vera feimin við að deila hugmyndinni, ekki vera feimin við að ræða hana. Það er enginn að fara að stela þess að þér, jafnvel þó einhver steli hugmyndinni, það er enginn framkvæman eins og þú. Þannig að bara hvern einasti fundur, ráðabrugsfundur sem þú tekur, hann mun verða til góðs. Já, ég bara tek algjörlega undir þetta og ég vil einn ítreka bara verið alltaf þið sjálf og við öll, verum alltaf þið sjálf. En þess að það skín svo í gegn. Maður bara líka vera bara stoltur, mistök, ég oft vera túlkun orðið mistök. Fyrir mér er það eitthvað sem lærir af, verður sterkara og fært svona, já, betri þekkingu og bara alltaf að læra. Bara kynna sér allt sem þú getur og tengjast þér. Tala við fólki sem situr við hliðina. Það er ótrúlega tengingar sem ég fengi bara í flugvél, bara í spjalli. Að vera þarna og tala og ganga eftir þessu. Ekki spurning. Frábært. Herru, ég þakka bara viðmælendum mínum kærlega fyrir hérna og bara frábært að fá ykkur og fá smá innsýn inn í þetta. Þetta verður síðasta útsendingi mín í nýsköpunarvikunni, en ég verð þarna áfram eins og alltaf vikulega á þriðjudögum klukkan 10 að taka viðtöl við áhugaverða frumkvöðla og ég segi bara góða skemmtun á restina af nýsköpunarvikunni og takk fyrir mig. Og takk fyrir þitt framlag. Takk, bless.